Kristi Þór Róslason, þjálfari 7. flokks kvenna. Kristi, þetta er líf og fjör. Já, það er gaman að þessu. Núna komnar út og svona á gras og þannig að þetta er bara líf og fjör. Var búið að bíða lengi eftir að komast í grassi, af grassi. Já, það er orðin smá þreyttar að vera inni. Það er orðið gott veður, þannig að það eru mjög ánægðar að koma út. Hvernig gengur með þessa? Er þetta viðráðlegar og skemmtilega stelpur? Já, þetta gengur bara mjög vel. Það eru mjög duglegar og hafa mjög gaman að þessu, þannig að þetta er bara flott. Hverju verkefni sumarsins? Eru þið að fara á einhverju mót? Herru, já, við förum á 3 mót. Það er semast svona 2 stærri mót sem eru yfir heil helgi. Svo 1 sem er dagsmót. Við erum að fara núna í lok júní á Sauðárkrók á Landsbakamót. Svo er það Pæjumót á Siglufirði og svo förum við til Húsavíkur í lok sumars á dagsmót. Þetta er náttúrulega heilmikið fjör að komast svona hálfgert háen fyrir þess að krakka að komast á alvöru mót. Já, þau hafa mjög gaman að þessu og bíða eftir þessu bara allan veturinn og þegar vitaði sumari þá koma mótin og sérstaklega er að fá að gista saman og svona, en þetta er bara veisla fyrir þau. Hvert eru uppleggi á þjálfaranum? Er það að fara í alla leiki til að vinna eða kannski bara fyrst og síðast hafa gaman og læra því sem það er verið að gera hverju sinni? Já, og þegar maður er á þessum aldri þá má maður bara njóta þess að vera í fótbolta og hafa gaman og bara vera að læra á hverju æfingu og í leikjum og þannig að úrslitin svona skipta ekki höfuðmáli, myndi ég segja. Og það er láta vel að stjórna stelpur? Já, yfirleitt. Það geta verið tala svolítið mikið stundum en annars eru þær bara nokkuð duglegar og hlýða vel. Kristi, þú ert einn í dag en þið nú venjulega hvað 2? Já, ég Andrea Mist, hún er með mér, verður með mér í sumar, hjálpa mér. Það er náttúrulega kannski ekki bara gaman að láta það koma fram að hún er ekki með vegna þess að hún er á landsliðsæfingu, þannig að kannski eftir með einhvern tilvonandi landsliðskandidata í hópnum. Já, það er flott fyrir stelpunar að hún sé með okkur, svona hún vita að hún sé í landsliðinu og svona og spila í hópnum í meistaraflokki og svona, þannig að hún er góð fyrirmynd fyrir stelpunar. Þannig að kannski einhverjar úr þessum hóp eftir að enda þarna líka. Já, það er góð möguleiki á því. Það eru flestar, ekki flestar, bara allar náttúrulega góðar og standa sér vel og hafa gaman að þessu. Kristi, nú ætla ég á eftir að fá að spjalla við stelpurnar og vita hvernig liggur á þeim. Takk fyrir. Já, takk. Hérna er á æfingu á 7. flokki kvenna. Rosalega flotta stelpur. Þeir voru á enda æfingu. Hvað heitir þú? Marsibil. Er gaman í fótbolta? Já. Hvað er gaman við fótbolta? Að spila. Hvað heitir þú? Sonja. Sonja, hvað ef við spyrum þig líka, hvað er gaman í fótbolta? Að skora mörk. Er þetta fyrsta sumari sem þú ert að æfa? Nei. Þú hefur verið áður? Já. Og varst í vetur kannski? Já. Hvað heitir þú? Margrét. Og er þetta fyrsta sumari þitt eða hefur þið verið áður? Ég er síðan í 8. flokk. Og er þetta gaman? Já. Hvað heitir þú? Rannveig. Rannveig, hefur þú spilað fótbolta áður eða er þetta fyrsta sumari? Ég spila áður. Þið eru allar alveg þrælvanar? Já. Hvað er skemmtilegast í fótbolta? Að spila. Að spila. Er eitthvað við fótbolta sem er ekki skemmtilegt? Nei, ég held ekki. Þetta er allt gaman? Já. Stelpur, eru búnar að fara okkur mót í sumar? Já. Hvaða mót fóru á? Manst þú það? Það er ekki þetta. Nei, er ekki þetta. Það er bara verið góðamótin í vetur náttúrulega. Já. Stelpur, er ekki Krissi og Andra þetta ekki bara fínustu þjálfarar? Jú. En hverju eru bestir? Þór! Hvað sagðu þið? Takk fyrir stelpur og gangi ekki vel í sumar. Takk sömuleiðis.